Háskóli Íslands hefur sett sér metnaðarfulla sjálfbærni og umhverfisstefnu og vísindamenn innan háskólans stunda margvíslegar rannsóknir á umhverfinu sem eiga fullt erindi við samfélagið. Verkefni sem sagt verður frá hér á eftir vakti sérstaka athygli. Þar skoðað á afar áhugaverðan hátt hvernig útfæra má betur hönnun og byggingu grænna þaka á Íslandi með það að leiðarljósi að minnka álag á frárennsliskerfi borgarinnar og draga úr mögulegri flóðahættu í rigningum. Í verkefninu einnig kannað hvernig nýta má regnvatn í borgarumhverfi á sjálfbæran hátt. Rannsóknin ekki síður áhugaverð vegna þess að hún unnin á háskólalóðinni í samvinnu við garðyrkjustjóra háskólans og atvinnulífið. Sjálfbærar regnvatnslausnir eitthvað sem að flestir eru núna að horfa til. Bara alls staðar í heiminum. Öll þessi eldri borgarhverfi eru skipulögð þannig að allt skólp frá klósettum, frá vöskunum, það fer í sameiginlegt lagnakerfi með öllu vatni sem að kemur af þökum og af götum. Og það sem að gerist að þegar fer að rigna eða mikið hláka, þá kemur svo mikið af þessu regnvatni eða í raun og veru hreina vatni að það getur í raun og veru yfirfyllt kerfin. Og líka það sem að gerast að sunda skólpinu, það bara veitt fram hjá kerfinu, beint út í sjó og kemst aldrei inn í hreinsistöðvarnar. Og svo rosalega mikið álag á hreinsistöðvunum því það vatn sem að koma inn þetta mjög mikið af því. En líka þetta orðið svo blandað rigningavatni að styrkleikinn orðið mjög lágur og þetta tvennt gerir það að verkum að hreinsivirkni stöðvarinnar fellur niður. Forsaga verkefnisins svo að við ákveðum í kursunum sem heitir Vatns og fráveitur að skoða hvort og þá hvernig væri hægt að innleiða blágrænar regnvatnslausnir á háskólasvæðinu. Og svo skoðum við líka hvort það væri sniðugt að endurhugsa þökin hjá okkur og í stað þess að vera með bárujárn sem hefðbundið form að vera með það sem við kallum grænþök. En það eru þök með 4 lögum, það sem sagt þéttilag neðst, síðan drennlag, síðan jarðvegslag og efst það sem við þekkjum öll, það þá grasið eða það getur líka verið önnur skemmtileg plöntuflóra. Og það kannski svolítið skemmtilegt þetta verkefni að það tengjast nokkuð margir hjá háskólanum inn í þetta verkefni. Það umhverfisverkfræðingarnir sem kom inn í þetta og svo það plöntuvistfræðingarnir og svo tengdum við líka svolítið fleiri iðnaðarmönnum inn í verkefni. Til dæmis voru smiðir háskólans fengnir til þess að smíða fyrir okkur grindina af þökunum og svo framvegis og pípulagningamenn til að ráðleggja okkur í sambandi við lagnir og svo framvegis. Þannig að þetta tengir saman þessi mörg svið innan háskólans. Hvers vegna eru blágrænar regnvatnslausnir mikilvægar? Það eru margar ástæður. Eins og ég talaði áðan, þá mikilvægt að geta tekið við þessu aukna álagi þegar rignir. Og það bara hreinlega rosalega dýrt að ætla sér að fara að endurbyggja allt kerfið sem núna í götunum. Þannig að þess vegna hafa nágrannaþjóðirnar okkar verið að horfa í æ ríkara mæli að fara út í svona lausnir sem í raun og veru allt önnur hugmyndafræði. Það að segja, við ætlum ekki að safna öllu vatninu og reyna að flytja það eins hratt í burtu, heldur frekar við ætlum að halda vatninu á staðnum og nýta það á einhvern hátt. Til dæmis nýta það þannig að það nýtist í að grasvaxi, við skera borgarumhverfið svona gróðurvænlegra, kannski meira náttúrulegt. Og þess vegna þessar lausnir oft kallaðar blágrænar. Það að segja við erum að auka litinn bláan í borgarumhverfinu, það að segja vatn og græns fyrir þá gróðuþekju. Það sem við sáum fyrir okkur þegar við fórum í þessa vinnu hjá skrúðgarðyrkjumeisturum að það væri að gerast breytingar í skrúðgarðyrkjunni, það stafar af þeim loftslagsbreytingum sem að verða í heiminum. Þróunin svo að það rignir meira á tímaeiningu, þetta hefur áður gert, og þurrkatímabil á milli eru lengri. Það þessu þróunin sem í dag. Þetta myndi nýtast mjög vel í umhverfinu. Við erum bæði að græða með því að spara frárennsliskerfin og við erum líka að bæta umhverfið okkar með því að veita vatnin út í það og vera betur í stakk búnir til þess að taka við þurrkatímabilunum á milli líka. Okkur hefur til langs tíma vantað góðar upplýsingar hvernig á að byggja upp græn þök. Þessi aðferðafræði sem hefur verið notuð að leggja eina þökuröð á hvolfi
og svo aðra ofan á það að sú lausn hún hefur ekki verið að virka nægilega vel. Til dæmis þornagras mjög mikið, einfaldlega vegna þess að það svo takmarkað rótalag og grasræturnar geta mjög lítið vaxið ofan í torfið. Þannig að í mörgum tilfellum þegar við höfum verið að gera græn þök þá hafa þau þornað og skemmst og visnað og eyðilagst og skuldin oft sett á íslenskt veðurfar frekar en lélega uppbyggingu. Og rannsóknin upp í þannig að við erum með þess að við höfum byggt 5 tilrauneiningar á háskólasvæðinu. Þetta bara lítil þök, þetta eru 2,4 fermetrar og 4 af þeim eru sem sagt græn þök og síðan 1 bárujárnsþak sem við ætlum að nota svona sem hefðbundið þak til samanburðar. Þessi 4 þök eru upp í þannig að við erum með sem sagt 2 þök sem eru með jarðvegsblöndu sem við höfum ákveðið sjálf og síðan eru þau með grastorfi og úthagatorfi. Og hinn þökin eru þessi sem við talað um svona hefðbundin þök, það með sem sagt 1 torf á hvolfi og 1 torf upp. Og þar annað grastorf og hitt úthagatorf. Og það sem við ætlum að gera að einbeita okkur í þessari tilraun að við ætlum að mæla afrennsli af þökunum. Það margt annað sem ætlum að mæla eins og efnisgæði og einangrunargildi, en við ætlum að einbeita okkur á afrennsliseiginleikunum. Og það sem við munum gera við munum leiða afrennslið ofan í geymslutanka og það mun afrennslið safnast saman og við erum sem sagt með staðsetta þrýstimæla ofan í geymslutönkunum sem munum sem sagt mæla breytingun á þrýstingunum. Út frá því getum við mælt rúmmálið af vatni sem kemur í hverjum úrkomu viðburði. Við erum einnig með veðurstöðu tengda við þökin og það mun sem sagt mæla úrkomu og vindátt og hitastig og slíkt og þetta getum við síðan borið saman við gögnum sem fáum út úr þrýstimælinum. Þannig að þá getum við unnið út úr þessu og séð skilvirkni þakana. Það er alveg klárt að grænum þökum mun fjölga mjög mikið á næstu árum. Einfaldlega vegna þess að ávinningurinn og kostirnir eru svo margir. Bæði getum við, miðað við það rannsóknir sem við höfum kynnt okkur erlendis, þá getum við lengt líftíma þaksins mjög mikið. Líftími þaks með grasi eða gróðri margfalt á við líftíma þaks með þakjárni. Og eins hafa menn sýnt fram á að þeir geta lækkað húshitunarkostnað og þá ég ekki að nefna alla svona umhverfislegu kostina sem þetta hefur í för með sér. En þetta verkefni er bara einn þáttur í sjálfbærum ofanvarslausnum. Græn þök eru bara einn hluti af þessu. Þannig að ég gerir mér vonir að í framtíðinni verði mun fleiri verkefni sem snúa þessu. Til dæmis í sambandi við regnbeð og tjarnamyndun og hlýst. Leiða vatnið frá hörðusvæðunum og út í grænu svæðin sem við höfum í kring. Ég er að vonast til að niðurstöðurnar úr þessari rannsókn sýna okkur að við getum byggt upp græn þök með þeim hætti að þau endist til lengri tíma. Ég bind vonir við það að þökin 2 sem eru byggð upp með rótalagi, þau muni koma betur út í þessari rannsókn og við séum þá þar með búin að finna betri leið til að rækta gras á þökum við íslenskar aðstæður og með íslensku efni.